Góðan daginn og velkomin í Tveir lóðnir. Já, góðan daginn. Herru, þetta afmælis þátturinn minn. Hann á afmæli í dag. Fyndi. Ótrúlega sagt, það var þetta ekki soundeffekt. Já, ég á afmæli í vikunni. Shit, nú hristist Óskar á. Allt og nýtt. Þeir eru ekki full, þeir eru bara að horfa á mig. Já, hvað sér gott? Bara fínt. Hvernig var vika þín? Vika mín, ég er búin að eða ógeðslega miklu pening í þessari viku. Já. Í dag þá þurfti ég að fara með bílinn minn í það sem heitir þjónustu skoðun. Já. Þú farið með bílinn þinn í svoleiðis? Nei, heppin. Ég nefnilega ákvað þegar ég flutti á Selfoss að kaupa bara splunkunni í hann bíl. Já. Bara upp á öryggi yfir heiðina og svoleiðis. Já. Og líka bara út af ég nenni aldrei að fara með bílinn í venjulega skoðun, þessa árlegu skoðun. Já. Og ég vildi bara sleppa við allt vesen. Ok. Og eyða minni pening og alls konar svoleiðis. Já. Síðan bara komst ég að því að maður þarf bara að eyða meiri pening í nýja bíla. Þetta er einhverja gamlar druslur. Þarft að fara í þjónustu skoðun? Nei, en til að halda tryggingum og bara halda bílum góðum, Já. þá mælt með því. Út af ég að keyra svo mikið, þá eiginlega þurfti ég að gera á hverju ári. Já. Ég veit var þetta svona 70-80.000. Ok. Sem er bömmir en sleppur. En í ár þá þurfti ég að borga 100 skall. Ok. 100.000 og 3.000. Og 3.000. Skýrur. Já. Og ég bara ok, það er glata en alltaf út af þetta að skipta ljós. Já. Þannig að bætist töluvert við. Já. Og ég var bara svona fuck it, bara gerði þetta og svoleiðis, fór að vinna og svona. Já. Svo hringdi mig og hann var bara sagt, það þarf að skipta bremsuklossa og diska framan á bílum. Ég bara ok, hvað kostar það mikið? Það kostar svona 79 aukalega. 79? Já. Og svo bara mæti ég á staðinn og ég er með reikningin. Ok. Það sem var gert, skiptum olíu og síu á vél. Já. Frábært. Skiptum loftsíu, skiptum miðstöðvar síu, ég veit ekkert hvað það er. Skiptum frostlug, sem við baði ekki en takk. Skiptum kerti, því að það var búið að brenna út. Já. Nei. Svo byrjaður hvað? Fyrt á rúðuvöku, loftdekkjum jafna í 36 PSI. Já. Undirvagn skoðar í lagi, smurt í lamir og læsingar. Já. Skiptum aða ljósapyrur, skiptum diska og klossaða framann. Og það var allt í allt 179.790. Já. Og ég borgaði þetta bara. Já, þú bara borgaði þetta. Já. Svo geti ég síma sem var að taka mig upp. Já. Eiginlega svona fyrirfram ammælisgjöf handa mér því ég var að suða í helgu svo mikið. Já, já. Og það var 130.000. Þannig ég bara á engan pening. Já. Ég heldur bara að ranta eins og þetta. Já. En árin lefið þér að byrja að tala eitthvað. Já. Þá það voru tvær sögur sem ég glemdi síðast. Já. Þegar ég var að labba út í bíla eftir þáttinn síðast, þá var ég bara, djöfull. Já. Út af að mér langaði að segja þessar sögur. Ok. Sko, þú farið á KFC. Já. Og þessi grei eiga stundum erfitt með að heyri manni í spíkarnum sem þeir eru með. Grei? Já, greiin. Er þetta svo grei? Þetta eru litlu kjúklingarnir inn í KFC. Já, bara Greiin hann. aumingi greiin sem að veit aldrei neitt hvað maður að segja. Já. En ég let reyna á þetta. Það er alltaf svona og svo segir maður eitthvað og það er bara, hvað er að segja? Þetta er nákvæmlega svona. Já, nei Malti. Já, ég ætla stakan. Hvað er ég að panta eða? Það er málið. Og ég held að þau heyri mitt svona í okkur líka. Já. En ég let samt reyna á þetta. Ég ætla bara að hafa þetta eins basic pöntun og hættir. Og ég fer og bara, góð daginn. Já, ég ætla að fá bræna dúabakett. Nákvæmlega, einmitt. Og svo ætla ég bara að fá 2 lítra Pepsi. En þá var minn komin bara, já, það er að fá 2 lítra gos. Og ég bara, já,
2 lítra Pepsi. Hvernig góðsöldu? Pepsi. Og hann bara, ha? Og þú veist, ég var að reyna að fara þarna í þeim tilgangi að þetta myndi ganga upp bara frá upphafi til enda. Já. Ég líka oft lendi í bara að maður þarna í mitt og bara, neina, endur taka þetta, ég bara skildi ekki neitt sem þú sagðir. Og ég bara, ég að tala sænsku við þig eða? Kannski heyrir hún bara sænsku. Já, túttari. Kannski hún húttara, þú og bakkaði tökulegur Pepsi. Já, og sen kom Jón Helgi, já, sagan búin og Ok, það er gott að vita. Smá ræpa byrjun þáttar. Jón Helgi kom í vinnuna til mínu daginn og fyrir þá sem að þekki okkur ekkert og veit ekki okkur, spyrja kannski hver er Jón Helgi. Hann er vinnur okkar. Já, gamall vinnur. Það var yndislegt að sjá hann og knúsar hann eða eitthvað. Nei, það mátti ekki gera það sko. Má ekki. Hann var að panta eitthvað, ég man ekki hvað og hefði ég, þú veist, tekið nótur hans. Já. Það hefði viljandi týnt allt vitlaust. Hefði hann beðið hvíta tengla, hefði ekki hann svarta tengla. Svona full út í hann sko. Akkur Ég er ekkert full út í hann. Ok, já. Sagan búin og ég er búin að koma öllu á framfæri sem ég ætlaði að koma á framfæri í dag. Já, ok. Við bara sjáumst. Góðan daginn, Kristbergur heit ég. Vikan mín, hún var stórfurðuleg. Hvernig var vika þín? Takk. Það var lítið að gera í vinnunni. Það er rólegt í janúar, það er ekkert mikið að gera. Engar janúar pöttur eða eitthvað? Nei. Bjöllur, svona dótari. En hins vegar hitt ég mjög sérkennilega mann. Jæja, það er alltaf gaman. Kom til mér bara, góðan daginn. Ég bara, góðan daginn. Hann bara, það er sko góður dagur í dag. Og ég alveg, já, af hverju, spyr ég. Það er að því að það er 13. janúar. Ok. Og ég alveg, já, hvað er svona merkilegt það? 13 er sko tilfinningatala, góð tala. Já. Og ég alveg, já, hún er ekki bara slæm. Ég alveg, ok, já. Það er vill svo til að ég er sko sérfræðingur í tölum. Og ég alveg, ok. Og 7 er besta talan. Ég er enda saman að því. Og ég alveg, ok, allt í lagi. Og ég fer að tala við hann meira og tölur og spyr hann út í 20. Hvað er 20. Og ég man ekkert hvað hann sagði, hann talaði rosalega mikið. Og svo hann var búin að tala fullt af tölum og eitthvað og þá fer hann, sko, svo er ég líka sérfræðingur í nöfnum og ég alveg, ok, allt í lagi og ég spyr, sko, hvað með nafni mitt, ég heiti Kristbergur Ómar og hann bara, Ómar? Ég heiti líka Ómar. Þá eru við svona, þannig verur og bla 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 bla. Ok, allt í lagi. Og svo náttúrulega, sko, hann Ómar Ragnarsson, hann er svona, hann er svona Ómar líka, en hann er svona raggi, sko, hann er að ragga sig svona og fyrir að dansa í búðinni minni. Vá. Og svo hringdi síminn og þá var ég svona saved by the bell, svona nokkurn veginn. Hann fór og ég bara þetta sagði bara takk fyrir daginn og svoleiðis og þetta fannst mér mjög skemmtilegt. Og kom hann bara til að segja þér þetta? Hann keypti bók, eina minnisbók, sko. Já. Ætli hann hafi skrifað einhverja tölur í hana? Það má vel vera, hann er alltaf sérfræðingur í tölum. Já, sérlega talan 13. Já. Var hann kannski 13 ára? Nei, þetta var 50 maður. Það var gamall kall, hann var að segja mér að þessu og svo náttúrulega, sko, Raggi Bjarnar, sko, hann alltaf er svona Raggi líka og svona Raggi svona í honum og var bara að segja mér þetta. Vá. Mér fannst þetta, þó, sko, þegar maður ég er alltaf að hrista myndarinn að þín, Óskar. Alltaf. Og þá, maður þarf að vera svona já, við kunnan og vera góður og ég lendi ofta á svona spjalli, sko. Já. Og með svona spjall, þá hef ég lendi þá hefur kona reynt við mig. Hæ? Já. Ok. Hvernig? Hún var svona 65, 70, já. Já. Og hún svona kom, ég er svo endurnærð. Og ég alveg,
já, hvað varst það að gera? Ég var að koma nutti. Ég alveg, já, ok. Og það er svo gott þegar svona ungir strákar að nutta mann. Og ég alveg, ok, allt í lagi. Svona ungir eins og þú. Ég alveg, ok. Já, það er alveg já, allt í lagi. En já, það er lett að vera í nuttinu og alveg slakaði alveg rosalega vel á. Ég vissi ekkert hvað þetta var að fara, sko. Þannig að ég náði nú að stoppa þetta. Bara stopp, nei, yngu ekki lengra. Þú ákast að láta ekkert svona verða úr þessu? Nei, ég er ekki nuttar í dag. Ekki í dag. En vika mín var bara þessi kall. Náttúrulega þessi kona, það er langt sér, sko, langt sér. Og hérna, en hins vegar er ég komin í frí núna, í viku frí. Viku frí? Já. Vá, hvað af því að ég á afmæli. Það er magnað. Já. Þannig að þú bara tekur alla vikuna í frí bara? Já. Það er geggjað. Ég veist, það er bara, það er venjulega, gerum við þetta í tækir að taka smá svona vetrafrí. Já, það er bara svo leiðis. Já. Ekkert persónlegt svona frí bara. Já, bæði og. Það er svona mælt með því, þetta er besti tíminn til að taka frí og svoleiðis. Okay. Þannig að því að það er lítið að gera og þannig maður tekur frí. En ég á afmæli á miðvikudaginn. Á miðvikudaginn á Kristbjörgur afmæli. Þetta var afmæli 20. janúar. 20. janúar sem er mjög góð tala samkvæmt talnafræðingunum mínum hana. Já, ég veit ekkert hvað hann heitir. Þannig að þú ert bæði vassberi og smá hitt. Ég er vassberi og stengit. Já. Það fyrir til hvað landi ég er í eða eitthvað. Ég fór niður svona í Kanari og ætla að koma svona hálsmenn með stjörnumarkinu mínu af því að ég var svo down to earth dæmi. Ég var ekki þannig, ég var bara mest að töff. Svo bara fann ég hvergi vassbera. Nei. Eða ég fann vassbera og það var vittlust á hann. Og ég bara, en ég er vassberi. Ég er vassberi. Og þá komst ég að þessu að það er mismunandi, þannig að ég stundu flakka í hann á milli. Það er eitthvað, Helga er ofta að tala um þetta, það er eitthvað, ef þetta er svona í miðja mánuði þá er eitthvað splitt í gangi. Já. En samkvæmt stjörnufræðingum þá er ég vassberi. Já, þú ert meiri vassberi heldur en stengit. Já. Þú ert svona steinberi. Já. En áður við heldum áfram, eigum við að hlusta á találið okkar. Góð spurning. Ég ætla að segja frá að ég ætla að fagna afmælinu á miðvikudaginn. Okay. Með því að fara í heilun. Já. Sameiginlega vinkona okkar Helgu er heilari. Hún er tattoo stelpa sem er bara algjör snillingur í því. En svo var hún að leika sér með heilun líka. Já. Og Helga fór í þenn daginn og hún sagði að það hefði verið bara pínu crazy, sko. Já, þetta er gaman, sko. Já, þú hefur farið í svona líka. Mamma mín kann heilur. Já. Hún tók mig svona einu sinni eitthvað smá sesh. Já. Og gerði tilraun mér á mikið svona. Og sástu bara stjörnur og fórstu bara út í game og eitthvað? Nei, bara þetta var svona aðalega að toga, hinga og þangað og gera þetta og eitthvað. Já. Og svo Söngum fyrir þig líka? Nei, ég held að það var eitthvað tónlist í gangi. Ég man svo lítið eftir þessu. Já, ég ákvað bara slá til og sjá hvernig þetta er. Ég er náttúrulega opinn fyrir öllu. Fáum að vita það bara í næstu viku. Ég kem með review. Já, þú kemur með heilunar review. Já. Og ef þá hlusta á talhólið. Ætli það ekki. Ef ég gleym einhverju þá er það bara þá getur þið næst, sko. Já. Eittur og Þú hefur náð samband við 2 lóðuna og vinsamlegast skildu eftir skilaboð fyrir okkur. Já, sælis, Óskar einn aftur. Já. Ég er bara komin fyrir utan og það er enginn heima. Ég vil ekki bara, hætta þessu bara. Nei. Óskar. What? Óskar. Bye. Útskýrðu málið þérna? Þetta kemur eiginlega vitlaust í röð. Já, ég veit að hitti Monster, sko, ég er búin að heyra þetta allt. Þú getur hlusta á það líka.
Já, sæll Kristofur, þetta Óskar hérna. Ég ætlaði bara að spyrja hvort þú vildi fá Monster, því að ég í búðinni, sko. Nei, bjók að keyra. Bye. En ég veit það, en talorðið tekur alltaf sko nýjasta fyrst. Já, ég hefði mátt að gera þetta í öfri röð. Já. En hvað var þetta, Óskar? Í rauninni Varst að missa máttinn? það má að segja Óskar. það eða sko, þá meina ég sko ég var búin að bíða og bíða Já. og bíða. Ég var í traffic, ég var fastur í traffic, gæti ekki kert að ég úkla hrætt að ég var fullt af bílum undan. Þannig ég bara svona ekki hætta, heldur bara fresta. Já. Þannig til núna. Já, sleppa þessu deginum, sleppa þessu þætti hana, já. En ég á bara svona Þú veist að ég á líka númer, sko. 728356. Nei. Já. Hvað er númer okkar? 722025. Já. Það var alltaf sund, sko. Já, en vinsanlegast endilega skiljið til skilabóði í talu okkar 722025 og alveg saman hvað þið segið, bara segið eitthvað með þið segja Það er nóg fyrir mig, sko. En ég, að því að það er ammælsþátturinn minn, þó að sko ég ammælaði miðvikudeginum, en þetta er minn þáttur. Velkomin í Kristbrugur og gestur hans, Óskar. 2 loðnir featuring mig. Ég undirbjó spurningar handa þér. Ok, wow. Já, Ertu með pappir og allt? já, að því að síminn minn er þarna. Já, það er vesen, sko. Já. En one day þá munum þetta allt lagast svona hjá okkur, þetta kemur hægt að róla. Þegar voru orðnir biljaramælingar við munum mæla biljara. Biljarnumælingar, Það ég er biljarnumælingur. Láttu mig beila. allan að verða við með bara myndavélar. Já, bara það vorum með heilt krú. Já, Fannar verður myndavélamæðurinn. Fannar myndar og leikstjóri líka. Já, Jón verður klipparinn. Já. Mun klippa okkur og svona. Já. Hann er sminkan. Sminkan, Já. Og spyrðu bara. Já, þetta eru þessast vinnur okkar ef þú veist ekki, já. Alltaf, Eitt fyrir og. spurningar fyrir Óskar. Tilbúin. Tilbúin. Fyrsta spurning. Hvenær var fyrsta skjalfesta afmælisboðið sent út? A. Ár 100 fyrir Krist. B. Partíið hjá Jesú. C. Einhver tíman milli jól og nýjárs. D. 1944. Fyrsta opinbera afmælisboðið. Já, fyrsta skjalfesta afmælisboðið. Þannig að þeir fundu dokument afmælisboð. Já. Ég ætla að skjóta 1944 að, ég veit ekki, Hitler hafi verið athyglisjúkur og bara komið afmæli mitt. Nei, veitlust. Ég elska ekki að þetta var stutt. Veitlust. Já. Það var ár 100 fyrir Krist. Já, ok. Það var hún Claudia Severa, kona rómverska herstjórans Aelius Brocchus. Ná, Hún sendi út fyrsta afmæliskortið. það hefur verið major Afmælisboðið, party. Já, Var búið að finna bjórinn þarna? já, var það ekki? þau voru náttúrulega sullandi yfir rauðvíni allan daginn, skiljur. Þeir liggum við bara böðu þessu upp úr þessu. Ná, Þetta var bara drukkið í öll mál. já. Það var auðvitað að finna rauðvín, þetta eru vatn. Já, Ég held það. ég hef lesið um það. Já, þú veist, það var Finnur Finnsson sem sagði það að bara Rómverjar voru bara, þú veist, rauðir drikkjandi rauðvín, skilur. Sérlega Júlíus Haraldur. Í nákvæmlega Júlíus Haraldur, hann var grimmur í rauðvíni. Hann var rosalega góður í rauðvíninu. Hann var rosalega góður í grauðvíninu, sko. Græðvíninu. Grauðvíninu. Talandi um svona vín. Mér langar svo mikið að fara til Tenerife sem ég átti að gera einu sinni. Já. Síðan kom einhver veira og eðlaði allt. Já, þú bitur í dag. Það er margt búið að gerast í dag. Þetta er bara bitur leik í döðans. Við satt pening og svo dóti í vinnunni sem ég má örugglega ekki tala um. Já. Þannig ég ætla ekki að gera það. Og Já. vín. Allra. Nei, vín. Sorry ekki að tröfla mikið. Tenerife, hvað, hérna? Það eru að framlega bananavín. Já. Mér finnst það hljóma okkur spennandi. Nei, Bara, það held ég að sé bara ógeðslega. maður stætti bananabjörnum sem þú varst. Já, það var ógeðslegur bjór. Það var svona banana Bragð sull. Já, Það var líka bara svona jökk í björnum. það var bara smá jökk. Það var svona gott. Fannst þið það? Já, svo fín. Já, ok. Bananavín. Herðu, spurning 2.
Velkomin í spurningaleikin aftur. Hvaða mánuður er algengasti afmælismánuðurinn? A. Janúar, minn mánuður. B. Mars. C. Ágúst. D. Desember. Ég ætla að segja var mars þarna. Já, Ég ætla að segja mars. það er ekki mars. Ok, Það er ágúst. það er ágúst. Það er ágúst. Það er svona ríkir greinilega mikil ást í desember. Svo sem make sense. Já. Ég er samt var að hugsa að þú veist, fólk er alltaf í góðu skapi á sumurinn og svona. Já, þá er bara rétti tíminn til að fæða börnin. Nei, til að búa þið til. Já, þá myndir þú 9 mánuðir. Já, er það ekki mars eða? Nei, ég veit, ég voru glæði. Starfræði. Spurning 3. Hvað verður Kristbergur gamall í mínútum þann 20. janúar? A. 14.726.880 mínútur. B. 200.490.850. C. 10.494.380 mínútur. D. Kortir yfir 5. B. Villust. Á. Ég er ekki með fleiri spurningar. Þú ert ekki með þeirri spurningar? Nei, ekki fleiri spurningar. En, já, ég fór þetta. Hvort er við 5? Nei, það var 14.726.880 mínútur. Wow. Held að hafa verið mínútur. Ég vart í skrifaði sekundur af mínútur. Ég held Nei. að hafa verið mínútur. En verð það gamall 20. janúar. Það er svolítið langur tími. Já. Hérna, hvernig líðið þið með rúmst að verða 28 ára? Já. Það er ekki rosalega mikill aldur. Við erum svo sem ennþá bara nýfættir þannlega séð. Já. Eða hvað við vitum ekki. Já. Hvernig líðið þið með það að eftir 2 ár þá verður 30? Ég er það er alltaf læg. Finnst þér það? Já. Ég er fann að taka það í sátt að segja að ég sé gamall. Við erum svolítið ekki, við erum ekki erum við gamlir? Já. Erum við virkilega gamlir? Við getum sagt þetta við yngra fólkið, skilur. Við getum alltaf sagt bara, ég er svo gamall. Já. Mér er þess að ég hef gert það í vinnunni og eitt starfsmæður minn var bara, já, það er rétt hjá þér, farið, slækaði bara á, ég skal gera þetta. Ég var, já. Já. En það er allt í lagi, þetta er bara tala, skilur. Já, já. Ég er ungur í anda. Ég þurfti bara sálfræði meðferð hérna hjá hárgreiðslu manneskinu minni þegar ég var 25 ára. Já, það. Það var bara Sérðu þetta hár, það er grátt. Það er komið Grátt. gráður spottar hérna hér og þar. En sko þegar þá hugsaði ég þegar ég var 25 ára þá var ég bara, wow, það er 25 ára ég verði 50. Já, en þessi 25 ár voru helviti lengi að líða. Var ekki að gerast. Já, ég sé alltaf reyfa mynda á hana. Já, það er alltaf hérna, þannig þú ert bara sáttur með að verða 30. Já. Já. Spurðu mig eftir einhver ár. Já. Og svo skrifa ég þetta niður hérna smá fun fact afmælisdaginn minn. Já, bara það, hvað gerðist og já. Vinnuðinn Paul Stanley afmælis saman dag ég. það er rétt. Já. Ég ætla að skjóta það inn. Söngarinn í Kiss. Söngvarinn í Kiss. Og svo Latti, frendið þinn, Já, eða frendast Óskars, hann á afmælis saman dag ég. það er í alvörunni. Já, ég vissi það ekki. Og svo er alltaf 20. janúar er hérna þá er forseti Bandaríkjanna að taka við embætti sínu. Já, ok. Já. Það Alltaf er, afmælinu mínu. þannig að næsti afmælisdagur þinn verður bara hátíðardagur. Þá fer Trump, já. Eða, þeir eru að reyna að eitthvað, láta hann fara á undan og fá Reese Witherspoon fyrst, fyrr. Já, það er alveg löngu komin tími til, sko. Já. Við gætum allt eins verið bara fórsetið Bandaríkjanna ef að þessi gæði getur það, sko. Já. Ég get alveg. Ég get það alveg. Já. Ég held að nýfætur strákur geta það alveg. Já. Örugglega betur. Já. En Já. það sagði það. Afmæli. Já. Óskar. Hvað er svona hvað er svona eftirminnilegast
varðandi afmæli hjá þér? Hjá mér? Já. Ég man eftir einu atviki sem gerðist reyndar ekki í mínu afmæli. Já. Þetta er afmæliðans Fannars 1998. 98? Nei, hérna þá var hann, hvað, 2 ára? Já, nei, hérna þetta var, hann var í fyrsta bekk eða öðrum bekk eða eitthvað Já. og ég var einhver krakkabjáni líka Já. og það er svona súkkulaði kaka þarna, svona afmælisterta og ég man ekki nákvæmlega hvað gerðist en já, ég var alltaf að missa kökuna eða eitthvað eða það var bara eitthvað vesen með mína köku. Ég bara Varst að skera í kökuna og svo mistur hann bara á hvað? á gólfið eða eitthvað Og sett, hvað gerðir þú? Tókst hann áttur upp og það sem ég gerði var að segja við mömmu Fannars bara þetta er vond kaka og þá var hún bara geðið dreið og sagði maður segir ekki svona og þú bara skammaðir já, af því að kakan vildi ekki vera á diskinu. Já, hún var vond sko við mig persónlega. Já. Hún var ekki bragðvond. Nei. Ég var að fatta þetta bara núna. Já. 20 ára setna. Og ertu ekki búin að tala við mömmu Fannars? Nei, ég þarf að biðjast afsökunar. Þú þarft að gera það. Því sko, kakan var mjög góð. Kakan var bara vond við mig. Af því að hún vildi ekki vera á disknum. Já, eitthvað svoleiðis. Hún var að flýja þig. Já. Ég skil kökuna alveg bara mjög vel. Er það ekki? Jú. Hún vil ekki láta borða sig. Nákvæmlega. En það var bara decent skúfukaka. Já, bara basic. Mjög gott, djöðlang bara baka skúfuköku. Já. Vá, ég ætla að gera það helgina. En svona minningar ég náttúrulega mann þegar við vorum nýbúinir að kynnast. Já. Og hélt afmæli. Já. Það var bara örugglega mest legendary afmæli, krakka afmæli ever. Já, það var mjög skemmtilegt. Við fórum í Bissó niður í skógi og það var sjúklega gaman maður. Það var rosa gaman, það var mjög gaman. Ég var í linkbúning. Já, þú veist með húfuna og ég fann einhvern gamlan öskudagsbúning frá þér og var að leika mér að klæða mig í það. Já. En náttúrulega það var mjög gaman. Það var ekki það. Sér mann líka eftir, ég veit ekki af hverju, en við allir í vinahópnum gerum eitthvað rosalega mikið úr því þegar við verðum allir 18 ára. Já. Við heldum svona einhvern veginn stóra afmæli bara fyrir alla þegar allir eru 18 ára. Já. Þú fékkst vindil, út af þélangaði vindil. Já. Og það var eitthvað öðruglóta að við vorum allir frá bílpróf. Okkur fannst það að vera einhver áfangi. 18 ára er ákveðin áfangi. Áfangi. Þú veist, eins og bara á Suðurlandi. Þú gast farið inn á 800 bar þegar þú varst orðin 18 ára. Það er svolítið svakalegt. Og skemmt þér. Rip 800. Já, ég veit það, þetta var bara ok. Rest in peace my friend. Yes. I remember you very much. Yes. Ég fór ekki inn fyrir en þetta breyðis í frón sko. Já, fórst aldrei inn á 800 bar. Kannski 3 svar. Ég vann á 800 bar. Já. Ég var það sem dyravörður. Þegar ég var 18 ára þá byrjaði ég að vinna sem dyravörður á 800 bar. Svo ætlaði að vera eitthvað hitt okkur eftir á eitthvað og kerðir út af, er ekki? Eftir einhverja vakt. Já, ég kerði ekki, ég kerði utan í vegrið og bíllinn minn eðurlegast. Já. Já, ég á nokkur afmæli. Hvernig voru afmælin þín? Afmælin mín, þau voru venjulegt var þannig að maður bjóð alltaf öllum bekknum. Já. Og maður þurfti alltaf að bjóða öllum bekknum og vorum að hafa skemmtilegt. Mér fannst aldrei gaman að eiga afmæli. Þau var skrekki? Já. Mér fannst það erfitt. Nú? Já, bara svona erfitt að vera eldri? 13, 10 til svona 13 ára. Það var það bara einhvern veginn, bara, mér fannst það vera svona bara yfirþyrmandi. Ég veit ekki hvað það var. Okay. Það var bara eitthvað erfitt bara, en það voru alltaf leikir og skemmtilegt og reyndum að hafa mjög gaman. Og mamma mín alveg lagði mikla vinnu í að hafa leiki og svoleiðis og fjölbreytt. En náttúrulega síðan þegar ég var eldri þá var byrjað að fara í bæjarferðir. Já. Ferðir í Reykjavík, að fara í keilu eða fara í bíó, að því að við sveitakrakkarnir fórum ekkert oft í bíó. Nei. Eða í keilu. Nei. Þannig að það varð bara svona heil ferð, maður valdi einhverja 3, maður valdi 3 og farið svo saman. Var það ekki afmælið mitt? Geta það verið mitt? Afsakið, geta það verið mitt 18 ára afmæli
Við vorum á Big Mama's House 2. Já, Það var og ömurleg mynd. við fórum í luxusal og allt mega næs Ömurleg mynd. og svo Ömurleg mynd. þessi mynd var svo ógeðslega slæm að þegar hún var búin þá var bara með einhver heim algjör fílifúki bara þetta einhverju mynd. Já, Jesús. ég man eftir einni bæjarferð, þú varst reyndar ekki í henni, við vorum ekki búin að kynnast þá held ég. Kemur í ljós. Kemur í ljós, en já, það bauði ég nokkrum vinum mínum og við fórum saman í bæinn og pabbi minn kerði og við fórum í bíó og mjög gaman og leiðinni heim þá var pabbi minn stoppaður fyrir ofræðan akstur. Jæja. Já, og það var sko, þá var ég langaði mér rosalega mikið að fara bara í bílinn hjá löggunni, ég á afmæli þetta má ekki, skamma þig en ég gerði það ekki, og svo náttúrulega með aldrinum þá fer þetta að þróast í meira djam, skilur. Já, mér finnst afmælin skemmtilegri dag heldur en Í gamla daga? Já, eða svona. Ég var reyndar alveg til í að taka svona bæjarferð ekkert tjón, bara svona for old times. Þú byrðið í bæinn, þú ert að fara að flytja í bæinn. Já. Það er að fara að Selfoss. Já, fyrir mig bæinn. Getum farið í Borgarnes. Já. En já, hérna gerir þú eitthvað sérstakt á afmæliðinu? Sko í rauninni er þetta mjög basic, þú veist, bara segjum að þetta sé miðri viku þá bara fær maður gjöfuna sína og farið kannski út að borða og eitthvað voða næs og svo yfirleitt er bara haldið gott partí helgina og svo endar það væntanlega niður í bæ og allir sáttir sko. Allir sáttir, já. Og já, ég er svo sem legg ekki droslega mikið upp úr afmælinu í dag sko. Nei, ég er orðin ógeðslega mikill afmælistrákur. Já. Og bara, það var bara, gerist bara allt í einu. Það er svona ekkert allt í einu, það var ekkert, ég bara hugsaði með mér, ég hugsaði afmæli, þitt afmæli Óskar, er þinn eini dagur sem allir eru að fagna þér. Já. Þetta er svo, Jesú, hann var, úst, á afmæli hann 24. des og allir bara, yey, afmæli og ekki gefa Jesú gjafir, þetta er að gefa hvort öðru gjafir. Já, til að sína kærleik, heiðra honum, heiðra, ég veit það ekki, gera eitthvað cool. Og hérna, en afmælið þitt er þinn dagur. Já. Your day to shine, og það eiga allir að fagna þér og fagna því að þú átt afmæli. Já. Af hverju Jesú svona merkilegur? Ég er líka merkilegur. Já, við erum öll merkileg. Þannig að þegar ég vakna 20. janúar þá vakna ég alltaf bara sem le king. Ég bara kem fram bara Gunnar, ég er svangur og hún bara, hvað viltu borða? Ég segi, ég vil borða samloku og ég fæ bara samloku. En ef samlokan er ekki til, hvað gerist þá? Þá bara kemur bara, samlokan er ekki til, ég er bara, allt í lagi, þá vil ég fá vínber eða eitthvað og ég fæ ekkert allt sem ég vil, skilur, þetta er náttúrulega í vissum marki, ég vil fara til tunglsins, Gunnar, hún er ekkert að fara að redda því. Gæti verið erfitt. Já. En það byrjaði vist að held ég að selja miða til tunglsins núna. Við munum pottu degi efna því yfir æfina. Já, nákvæmlega. En ég allan að bara tek afmælinu mínu bara virkilega alvarlega, ég tek mér frí til að eiga afmæli. Já. Alltaf, ef að, ok, ég veit að svolítið mikið að taka viku frí en það bara vildi svo heppilega til að ég gata. Já. Og ég venjulega bara tekið bara einn dag og það er bara 20. janúar, ég ekki vinna þennan dag. Já. Og það er bara, ég ætla alltaf að gera það. Já. Að þetta er bara þinn dagur þar sem þú mátt gera hvað sem er. Ef mér langar að fara til Eskifjarðar þá ger ég það. Það er ekkert svona stopp, ekkert svona nei, betur fyrir ekki að þú ert að fara að gera þetta. Það er ekkert, það er enginn var að segja mér að koma að gera neitt, ég er ræð. Já. Þetta er eiginlega mjög góða punktur. Mér finnst að allir ætti bara að fara að taka þetta upp sko. Já. Þegar eins og segir, þú veist, maður á bara afmæliðin snjó ári. Og þetta er þinn dagur þar sem þú raunni átt. Ég er náttúrulega held sko, þegar fólk eru að vera fullorðið þá hættir það svolítið að pæli í afmælinu. Já. Þú veist, þegar maður er krakkið þá náttúrulega gerir allar kukurnar og gerðirnar og krakkarnir koma og allir leika. Þú segir að kakan sé vond og
Já, En svo verður maður fullorinn og maður hættir ekki meint að pæla í þessu, þú færð þína gjöf, kona einn er rosalega góð við þig já, og svo bara heldur við þetta partí og svo er þetta bara búið. já. En mér líst rosalega vel á bara taka frí og bara njóta dagsins alveg. Ef þið langar að spila tölvuleiki allan daginn án þess að fá sko horn auga frá einum niður neinum af því þú getur alltaf ég og ammali Já. Voru það ekki Gunnur rektor sem bara hennur taka úr þóttavölinu eða uppþóttavölinu eða eitthvað nei, ég og ammali ef mér langar að gera það þá ger ég það En hvað þú væri kannski bara keyrandi og einhver gæði myndi svína fyrir þig? Ég myndi segja ég og ammali í dag Já. Ég myndi segja bara fyrir ekki afsakið ekki gera þetta, rekkist niður, ég og ammali í dag en auðvitað gerir maður ekkert svo leiðis Þú getur fengið númeri hjá ef þú ringir í löggun og byrðir númeraplötuna getur þú ekki fengið númerið hjá Nei. Ég held ekki, ég held að þetta sé ekki svona private investigator, þú ert ekki svona lögreglun góðan daginn, já góðan daginn númerið PA519 hvað er símanúmerið hjá honum ekkert mál býta að skemmt ykkur það er símanúmerið 7922025 já takk fyrir svo ringir ég hann halló, ekki svina fyrir fram að mig Þú veist, ég á ammali dag ekki kæra fyrir fram að mig eða svina ég mun finna þig ég mun elda þig og ég mun drepa þig Það er ekki það ég held að það virki ekki alveg svo þannig að ég hringdi nú hins vegar í lögguna bara um daginn Jæja. ég er búin að heyra inn hljóði Jú, halló löggkall hvað segir gott í dag nei, það er aragrúa óskila munum í vinnunum minni bara fólk skilur lykla eftir veski og svoleiðis ég veit ekkert hvað ég að gera við þetta bara ég horfði og fekk einhverja lykla í hendurna bara ég fann þetta á gólfinu ég er ok, þá geymi ég þetta á bara svona sýnilegum stað þar sem ef einhver kemur að spyrja mig bara ég fann hérna týndið þetta lyklum ég bara já hérna en það kom enginn að segja þessa lykla Nei og ég hefði bara hvað á ég hvað er að gera við þá ég er ekki að henda mér ruslið en hins vegar það breytir held ég engu ef ég myndi henda mér ruslið það er enginn að vera að labba ganga í all hús í bænum bara nei þessi fyrir nei það gera það enginn Nei þannig að ég ringdi hann að lögguna bara hérna ég var ekki svona aumingilegur í símanum ég var svo já, halló, hæ, góðan daginn hérna lyklar, ég fann hérna lykla í verslunum sem ég er að vinna í hvað er að gera það? Komdu bara með þá Jóli, já, komdu bara með þá ok, takk og hún byrjaði samt fyrst svona móða almennilega og svo bara ég fann hérna lykla og hún bara já, komdu bara með þá ok Það geta verið voða kvöldarna á stöðinni já, Stundum, já ekki alltaf af hverju ekki einn útvarpsstöð sem heitir lögreglustöð Lögreglustöðin FM það var fínt að FM 112 Þetta er að kekja FM 112 Bara þetta var það sem gerði sér löggun í dag Ég myndi örgulega verið að hlusta á það Það var gott podcast maður nei, ég myndi að hlusta á það en ég myndi ekki alltaf nenni að hlusta við stoppum hérna einn ofur alvanleiri miðbæn Þessi gæði kerði allt og hrætt í dag þessi gæði kerði allt og hrætt og hann bara bíp og við stoppuðum við bara bú og hann bara fóð í kantinn og við bara auðvitað og djóðskall og svo bara fórum við í KFC-lúna og hann bara og ég fekk mér það dúabakað og dagladra bebsinni það bara gekk vel skýrsla lögreglunar 13. janúar 2021 hvernig áttu afmæli, Óskar? Ég á afmæli 17. febrúar 17. febrúar sem er eftir hvað marga daga Það er 15. dag það er 15. dag það er 33 dagar já That's math yes, wow. 2 + 2 is 4 Wow. Já. Og hvað ætlar þú að gera? Ertu búin að hugsa þér eitthvað afmæliðinu? Tja, eftir þetta samtal sem við erum búin að hafa so far þá held ég að ég taki kannski bara frían dag og geri bara það sem ég fucking sýnist Nákvæmlega Akkur á ég að vinna á afmælinu mínu Það er hundleiðilegt Það er glatað Þetta er þinn dagur Þetta er, sko, mér finnst að þú átt að eiga frídag bara, ríkið segir bara allir sem eiga afmæli eiga frídag á afmælinu sínu
Já, ég lögkall, skellið í lögin og allir bara, já, make a sense. ekkert mál. Kristbergur sem fórseti. Já, Kristbergur sem fórseti 2034. Já, þetta var orðin 35 ára, er það ekki? Já, Sko, það er eitthvað sem við hefum ennþá svona til að hlakka til. já, það er 2034, við verðum alveg sprelli lifandi þá. Já, það er ekki verið. Bara kunna með robot hendur og mér er alltaf langað í svona cybernetic svona hendur. Það Já. getur teygt þig okkur langt. Eins og þegar langað í kaffi getur bara teygt hendina svona, þetta væri svona liftaradæmi svona færi ekki eitt langt. Já, Þá getur bara setið hér og gripi í alla. það er hámark letinar, Óskar. Þú ert það er ef þú væri bara í tölvunni eða hvað sem það var að gera. Ég mætti ekki að drekka. Opna ískapinn og síðan getur líka ef þetta klifur upp á háa byggingu, Já, það getur teygt hendina svona hátt upp. Það er svona lokka við svona einhverja hæð hvenær? og svo myndir bara tóka upp. Hvenær þarf þú að fara upp á háa byggingu? Hvenær sérðu bara, ég fekk bara 14 milljónir hérna bionic arms og bara ég get farið upp á háa byggingu núna. Ég meina, kannski lifta nautingin Já, og engir stigar. það verða að vera stigar, annars er það fire hazard. Já, Þú ert ekki að fara að eyða bunch of peningum í að geta farið upp á 4. hæð í íbúðablokk. pældu svona í hvað þú veist upphýfingar eru þægilegar. Já, hvenær, Óskar, myndir þú þurfa að pæla í því að lenda í þeirri situation að þurfa að bara, Óskar, ef þú gerir ekki 500.000 uppbyggingar þá dreip ég þig. Það er bara allt í góð, ég er með bionic arms, zup. Aldrei. Þú veist ekki hvernig framtíðin verður. Ég- Ég var að Lexu heima. Já, Einn daginn mun hún kannski geta að labba bara já, og þá mun hún segja þetta. já, veist, allt í lagi en nei, hún myndi ekkert segja þér að Óskar, gerðu 500.000 upphýfingar. Þú leik, ekkert mál, Alexa. Og fara að gera það er ekki neinar kringumstæður. Nei. Neinar. Kannski ekki. Ætlar að fara í ræktin og sína hvort flinkum með þína bionic arms. Hvað er að gera, þú veist, hérna armbeigur og svona? Já, Bara ekkert mál. já. Það væri, þú veist, það er náttúrulega margt nýtsamlegt, kannski ekki alveg armbeigur en halda á þungum hlutum. Já, Já, til já. dæmis. En þú veist, þú ert að nefna með tilgangsleisustu hluti sem hættir að gera. Þetta var svo gott, sko. Já, já, ég hvet. Ert þú með eitthvað með fleira handa okkur? Við getum talað hvað sem er, þú veist, eins og þú veist, ef við tölum Alexa og Google Play og eitthvað. Já. Mér langar rosalega mikið í framtíðinni að geta keypt C-3PO. Já, mér finnst hann svo leiðilegur. Bara vera með Hann er svo leiðilegur, Óskar. C-3PO. Já, Hefur þú lesið bókina leikaran? Hún er geggjuð. nei. En það er ekki Anthony- C-3PO, það er leikarinn. Anthony Daniels. Það er leikarinn. Já, hann er frábær. Já, það má vel vera. Hann labbaði með gullgrímum daginn. Vá, Já. vá, Ég veit ekki að hverju, ég elska þann mann rosalega mikið. það er gott. En C-3PO sem persóna er hundleiðileg. Ég er ekki saman að því. Hún er alltaf síkvartandi, sívælandi og alltaf skamma R2-D2 sem er hetja. Hann er hetja. Já, C-3PO er ekki hetja. En síðan er allir að skamma C-3PO svona inn á milli. Já, En hann er enginn að hlusta á hann. nákvæmlega. En það væri svo gaman bara. Mér langar ekki að tala um þetta í ámali. Jæja, Ha, tekin hana. hvað er maður þá að gera? Viltu tala Ég fór í mann til einu ámali. Já. Það var mjög legendary ámali. Ok, Mjög legendary ámali. Sko, það var fyrir áður Dunkin Donuts áður en þeir komið til landsins. ok. Og fór ég ámali hjá félag okkar ánum ástóri. Já, Og þá kom mammans með 2 veislu bakka af kleinu ringjum já, ok. og ég var bara
mind blown, ég bara, er þetta hægt? Ég gætt borðað eins mikið og ég gætt, og ég borðaði ógeðslega mikið og þetta var svo geðvikt. Var þetta, hvað heitir það? Don's Donuts? Nei, Don's Donuts voru ekki heldur komnir. Þetta var bara frá bakaríinu. Ok, wow. Já, og það var svolítið cool. Ég komst alltaf að því, já. Já, það var gaman. Eftir, við sem tónum kleinringi, eftir að hvað heitir þetta? Dunkin Donuts og Krispy Kreme. Já. Eftir þetta kom þú veist, maður var bara wow, þetta er rosa gott og allt svo leiðis. Já. Síðan fór maður aftur bara í bakari og fekk sér kleinring þar. Það var svo stjarnfræðilega miklu betra. Ég er ekki alveg sammála því. Segðu mig hvernig, akkur ekki. Þú tók ammali. Já. Nei, það er ekki út af því að ég á ammali. Nei. En mér fannst það bara að því að þú gast fengið svona fullt af shiti inn í Krispy Kreme kleinurökjunum með einhverju Oreo fyllingu og svona shiti og meira shit í kleinurökjunum. Bakarís kleinurökjur eru bara svona Karmela, súkkulaði. Það er aldrei. Þeir eru svona með að the Raspberry Ring. Sko, Krispy Kreme voru betri en Dunkin Donuts. Já, ég er sammála því. Mér fannst alltaf Dunkin frekar bara dræ kleinringir, sko. Sko, svo náttúrulega var fólk að sem byði biðröð fyrir utan Dunkin Donuts. Já. Við Íslendingar erum svo ógeðslega mikið svona hype fólk. Við bara ef eitthvað kemur til Íslands þá bara allir ógeðslega spenntir yfir því, svo viku setna er það bara búið. Sko, ég man að BT þegar þeir voru einu sinni með svona, þau gerðu einu sinni eitt hype. Rip. Já. Þeir gerðu hype og þeir sögðu einu sinni í fjölmiðlum eða auglýsingu að þeir myndu endurgreiða öll ný sjónvörp ef að Ísland myndi vinna í einum landsleik. Alveg rétt. Og það var brjálað að gera, bara fólk bara í röðum að kaupa sjónvarp, þau voru búin með öll sjónvarpin. Já. Sem betur fer Hvað hjálpið þér? Takk, afsakið. Sem betur fer þá held ég tapaði Ísland og þeir þurftu ekki að endurgreiða öll sjónvarpin. Ég held að sagan hafi verið þannig. Já. En pældi ég samt risky move bara, við bara endurgreiðum bara allt. Það er svolítið rosalegt. Vákað þeir hefur tapað mikið. Já, ég held að það er svolítið mikið. Já. Nú skammin. Já, er klukkan orðin bara? Hún er bara orðin. Jæja. Til hamingju með afmæli ég. Til hamingju með afmæli, Krispur. Hann á, nei.